Mílos, hversu góðir voru í dag? Mér finnst við mjög góðir í dag og góð spilamennsku hjá okkur og holning og liði var mjög góður, fengum vist svona smá barnalegt mark eins og ég myndi kalla það. Í þessu tilfelli ætti maður sem var aftastur að gera svona professional brot, gult spjald og búið, en við heldum að við getum réttað á seinna levelið aðeins nær markið en náðum ekki að rétta. Reyndar þetta Breiðablik-lið mjög vel spilandi lið og mjög góður leikmann. Atni Vel var í atvinnumennsku og flinkur, klókur, góður að finna sér svæði. Margir mjög góðir leikmenn. Þetta svona, í seinna hálfleiknum virðist þið virkilega taka völdin og náttúrulega sérstaklega eftir að missa mann en líka áður að missa mann á velli. Leið þér vel með þetta í seinni? Já, eitthvað megin var ég svona alveg með það að vera með leik og hreinu en á sjálfsögðu var ég meira rólegari með því að setja mark nr. 2 og sérstaklega mark nr. 3. En mér fannst við með yfirhöndina ég veit ekki, bara svona 90% af leiknum, jú, það leit ekki vel út fyrir okkur 0-1 en við vorum samt með kontról sko og strákarnir hafa sýnt að við getum komið til baka og við erum skipulagðir alla tíma. Og í dag spilum virkilega skemmtilega fótbolta og það er þetta fótbolti sem ég vil sjá á milli spila en eins og ég segi, líkar voru líka að reyna að spila fótbolta, voru ekkert að reyna að tefja, sparka menn vinstri hægri, voru að reyna að spila fótbolta og þá er þetta líka hægt að við spilum, bæði lið voru með svona flota spilakafla. Gary Martin farinn, Óttar Magnús skorað þrennu, þannig að hann lítur á ágætt fyrir þið, vita að þið eru í góðum málum. Hvernig er það sagt á íslensku? Ég veit ekki. King is dead, Prince is alive. Ég veit ekki. Það er bara þannig. Maður kemur í mann stað og jú, það eru missir að missa Gary. Hann er eitt af bestum strækjurum, ekki bestum strækjur í deildinni. En ég er bara, held að við eins og lið Víkingur og við höfum gert það mjög vel í þessa strækjars dróun okkar. Við erum með 5 strækjur, 2 lán. Viktor toppstrækjur, Óttar túffaði strækjur líka, spila á kantnum, Steppi Páls líka, ég hugsa að við séum í góðu balans bara, það er eina sem ég er að vona, allir haldist heilir og bara bæta aðeins í sitt form og þá verður það í leik. Óttar hefur verið að spila svona nokkrar stöður hjá þér, myndur ekki segja að sentri verið á sterkast stað? Já, þú horfir á mann hvernig hann lítur út, þá setur hann frammi, það er ekki spurning, en hann er þá klókur, þú sjást það í síðasta leika, hann var á kantnum og var eitt af betri mönnum okkar í liðinu, þannig að þegar þú kannt að spila fótbolta getur þú létt farið stokkvið í vinstri bakki eða hafsinn skipta engu máli. Sóknarleikur einhvern dag, myndur þú segja að þetta var eitthvað besti sóknarleikur sem var? Já, sérstaklega seinni hálfleikur. Þetta var okkar besta 45 mínútur en jú, þetta var mikið flæði, góða sendingar, ekki mikið af fylgsendingum. Já, það var svona gott en við reynum alltaf að spila svona en gengur ekki alltaf eins vel. Sóttu rosalega mikið kantana og færingum manni, var það uppleggið það? Já, við náttúrulega vorum að greina blíkaliði mjög vel og vissum hvað getum við komið þeim á bakvið og hvað getum slappið. Ég vildi sjá líka að við lokum aðeins betur inn í þeim. Það er ekki eins og ég sé ósatur en við vorum komnir í fyrirhálfleik með nóg fyrirgjöfum sem gætu alveg lendi í því að vera mark en svona er það í fótbolta og endanum fannst mér við með verðskuldað sigur en ég myndi líka óska líkum með að frábæra leik og bara óska þeim alls best. Þetta er ekki svona leikurinn bæði að spila sóknarfótbolta, þetta er ekki svona eiga leikirnir að vera? Já, þú sjást líka, eða kannski var ég að skynja þetta villust og 1-1 þá voru áhorfendur að klappa og það er það sem menn vildu borga að sjá. Menn vildu ekki borga að sjá að hafsend tekur mann í hálstakk og það er ekki dæmt og það er ekki skemmtilegt. En það er skemmtilegt að menn spila fótbolta, hreyfa sig, fá 4 mark, flott veður, flott aðstöður. Það er það sem menn eru tilbúinir að borga fyrir. Takk hérlega. Takk.